Hér ætlum við að skoða hvernig maður breytir réttindum meðlima inn á TwinSpace. Nú, við byrjum á því að fara hér inn á edfinning.net og skráum okkur þar inn með okkar aðgangsorðum. Þá komum við inn á Edfinning Live sem er þetta skólasamfélag, þessi félagsvefur Edfinning, þar sem hver kennari er með sitt svæði. Og við förum undir Projects og þar sem eru verkefnin sem við tökum þátt í. Og til að komast inn á TwinSpace, við ætlum inn í þetta verkefni sem heitir Nordic Literature, þá sjáum það stendur TwinSpace hér undir og við smellum þar á. Nú, það sem við ætlum að skoða hér er annars vegar hvernig við breytum réttindum Edfinning kennara þarna inni og hins vegar hvernig við breytum réttindum annara, til dæmis nemenda og kennara sem er ekki beinir þáttakendur í Edfinning. En við byrjum á því að skoða réttindi Edfinning kennara. Við skulum byrja á því að fara hérna í Members eða listan yfir meðlimi inn á þessu TwinSpace svæði í þessu verkefni og þá sjáum við nokkra ólíka aðila hér. Hérna til dæmis er Sólveig Sigurðardóttir og hún er sem sagt aðeins hér inni sem kennari, ekki sem stjórnandi eða teacher administrator, aðeins sem teacher. Og við viljum breyta henni hér í administrator eða gefa henni svona stjórnenda réttindi. Nú, munurinn á því að vera sem sagt kennari eða kennari með stjórnendaréttindi er að sem sagt sá sem er aðeins kennari, hann getur ekki sem sagt breytt réttindum annara og getur ekki hent fólki hérna út úr verkefninu og getur ekki boðið gestum inn í verkefni heldur aðeins nemendum. Sá sem er með stjórnendaréttindi, hann getur gert þetta og jafnframt því að breyta réttindum og ýmsu öðru hér inni. En það sem að Sólveig er Edfinning kennari, þá breytum við réttindum hennar ekki hér. Heldur gerum við það inn á Edfinning Live svæðinu. Og við förum aftur þar inn og undir Projects, þar sem að verkefnið er. Og þá sjáum við að hér stendur Manage Partners. Og við smellum þar á og finnum Sólveigu hér. Og þið sjáum við að hún er hér skráð sem member. Og hérna myndum við breyta henni í stjórnanda eða administrator. Og þessi breyting erfist inn á TwinSpace svæðinu. Þannig að þegar við förum núna inn á TwinSpace, hérna er verkefnið, hér smellum við til að komast inn á TwinSpace og við förum hérna í listan yfir meðlimi, þá sjáum við að Sólveig er orðin teacher administrator eða kennari með stjórnendaréttindi. En hvernig breytum við réttindum annara? Sem sagt ekki Edfinning kennara heldur, til dæmis nemenda eða kennara utan hérna EES svæðisins sem er ekki beinir þáttakendur í Edfinning. Nú, við förum hérna aftur í meðlimalistan Members og þá skulum við byrja á því að skoða nemendur. Það er einn nemandi hér inni, Sigríður Jónasdóttir, og hún er hérna inni sem pupil eða nemandi, en það er hægt að breyta henni í pupil administrator. Og maður gerir það bara beint hér inni, því að nemendur eru ekki, þeir geta ekki verið inn á Edfinning Live, það er einst fyrir Edfinning kennara, þeir eru aðeins hér inn á TwinSpace í sjálfu verkefninu. Nú, hvað hefur það í för með sér að gera hana að nemanda með stjórnendaréttindi? Það sem nemendur geta gert þarna inni, sem eru meðlimir, að þeir geta hlaðið inn efni, til dæmis skila verkefnum, þeir geta tekið þátt á tölvutorkum og spjalli, en þeir sem hafa stjórnendaréttindi, þeir geta líka búið til síður inn á TwinSpace. Og það gæti til þess verið að nemandi væri eins konar umsjónarmaður og aðstoðaði kennara við að halda utanum hérna síðu. En maður breytir réttindunum hér. Nú, hvað var það kennara utan Evrópska efnahagssvæðisins? Þá sjáum við hér er kennari sem sagt frá Ástralíu sem við höfum boðið inn. Og meðan þessir kennarar geta ekki tekið beinan þátt í Edfinning, geta ekki skráð sig hérna inn á Edfinning Live, að þá eru þeir alveg fullgildi meðlimir inn á TwinSpace ef að verkefnið er þannig. Þannig að þið geta verið með kennara alls staðar áður heiminum. Og við breytum einfallega réttundum þessa kennara
Eins, það gerum við bara beint hér inni og getum gert hana teacher administrator. Og hann þá með sömu réttindu við vorum að gefa Sólveigu hér áðan sem sagt. Að þá getur hann gert allt hér inni, sett upp síður og annað en líka sem sagt hent út hérna fólki og svo framvegis. Nú, það fer allt eftir eðli verkefnisins, hvaða réttindi fólk á að hafa þarna inni, hvort að það séu hérna aðeins stofnendur verkefnisins sem hafa stjórnunarréttindi eða aðrir kennarar sem taka þátt í því og hvort að nemendur að hafa slík réttindi. Þannig að þetta eitthvað sem aðstandendur verkefnisins þurfa bara að skoða og ræða. Nú það svona sem að réttindum edvinningkennara og annara, til dæmis nemenda, breytt inn á TwinSpace. Gangi ykkur vel.